Já, þetta er bara í raun áttu lagi þetta, skil ég sé. Já.
Egilshöll Reykjavík. Og Ég heiti Helgi Páll Þórisson og ég mun lýsa hér þessum, já, hvað á að segja, merkilega leik sem að fara hér í gang. En hér munum við eigast við lið Fjölnis og Skeiðarhús Reykjavík og meistaraflokki kvenna, helst deild kvenna. Og þessi lið hafa ekki mæst áður. Það er orðið dálítið langt síðan að meistaraflokkar liða eftir síðast. Það hefði ekki verið tímabilið 2016-17. Rétt tæplega, er ekki 4 ár síðan. Þannig að það er sannlega merkileg stund. Ég ætla nú að renna hérna yfir liðin. Er þetta enda á því kartunum? Svo að byrja á gestónum sem er lið Skautarhúss Reykjavíkur. En núna? Það er númer 2, Harpa Helgadóttir, númer 5, Lísa Klösen, númer 7, Alexandra Hafsteinsdóttir, númer 9, Brynhildur Gjallarsteinn, númer 10, Arna Friðjónsdóttir, númer 19, Bríet Friðjónsdóttir, númer 24, Áslaug Helgadóttir, númer 27, Karítas Halldórsdóttir, númer 32, Lísa Ólafsdóttir, númer 33, Guðbjörg Grönvold, númer 44, Friðrika Magnúsdóttir, númer 52, Erla Jóhannesdóttir, númer 62, Heiður Atladóttir, númer 77, Kristín Ómarsdóttir, númer 81, Ólafía Helgadóttir og númer 93 er April Organ. Þjálfari meistaraflokks kvenna í SR er Alexander Medvedev og til aðstoðar er Hákon Magnússon. Þá tökum við hér heimakonur og það er númer 1 Anna Guðlaugsdóttir, númer 7 Sigrún Átnadóttir, númer 8 Greta Jónasteinsdóttir, númer 10 Steinunn Sigurgeirsdóttir, númer 12 Harpa Kjartansdóttir, númer 13 Laura Murphy, númer 17 Kristín Ingadóttir, númer 21 Elísa Sigfinnsdóttir, númer 22 Karin Þórisdóttir, númer 24 Berglind Valdimarsdóttir, númer 25 Elín Alexdóttir, númer 33 Eva Hinnsdóttir, númer 99 Maríanna Birgisdóttir. Þjálfari hjá meistaraflokki kvenna hjá Fjölni er Andri Freyr Magnússon. Hann til fulltingis, er ekki alveg viss hvort að hann Emil Olingård verið hér einnig. Það verður eiginlega bara að koma í ljós. Dómarar leiksins er Ingibjörg Hjartardóttir. Línumenn eru Guðlaug Þorsteinsdóttir og Árni Veigar Jónsson. Veigar Árni Jónsson, fyrirgefið. Leikurinn á samkvæmt öllu að byrja hér eftir rétt mínútu. Við bíðum hér bara ansi spök. Þetta er einnig fyrsti leikur þessara liða að mætast hér í fyrsta skipti á þessu tímabili. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög sérkennilegt tímabil hjá öllum sem æfa og spila íshokkí á Íslandi. Og það er búið að vera mikil eftirvænting hjá báðum liðum að komast á ísinn og spila einn hressan hokkíleik. Bæði lið hafa að skipa tiltölulega ungum leikmönnum þó að hægt er að finna góða reynslubolta báðum megin. Þannig að þetta verður klárlega mjög spennandi leikur að fylgjast með og ég ætla að reyna hér að lýsa atvikum eins og þau fyrir augu bera. Dómararnir komnir hérna inn á ísinn. Línumenn að vanda athuga hér mörkin og
kanna möskvana. Það sé engin gutt og ekkert vesen. Og mér sýnist nú allt vera hér bara nokkurn veginn til reiðu. Hér búið að gera sóttvarna skilrúm í refsibóksónum og allt það sem því fylgir. Og samkvæmt öllum þeim sóttvarnareglum sem við förum eftir hér þá eru engir áhorfenduleiðir. Og því erum við komnir hér mjög hressir í útsendingunni. Ég og útsendingarliði Borgarholtsskóla. Þær stelpur fá hér örlítið klapp frá þeim örfáu sem sitja hér í stúkunni sem eru stjórnarfólk félagana. Og hér lítið eitt annað. Við fylgjumst bara ansi spennt með. Hér heilsast liðin samkvæmt venju. Fyrir liðana hér mæta á örstuttan hefðbundinn dómarafund. Og það sem væntanlega hún Ingibjörg Hjartardóttir, aðaldómari leiksins, leggur allt í línurnar. Og liðin sikkur megin við sitt markið og hér ætla að keyra þetta af stað. Þá eru þessum hefðbundna dómarafundi lokið. Og nú bara förum við að kasta pekkinum og keyra þetta af stað. Jú, mér sýnist nú Emil Ollingård vera búinn að taka þessi stöðu þarna á bekknum hjá Fjölni. Þeir verða þarna tveir þjálfararnir ásamt sínum starfsliði. Nú er þetta allt að fara af stað. Bæði liðir eru búin að stilla sínu fyrstu línum inn á ísinn. Dómari Geir gefur merki. Og þá hefjast leikar. Björnin vinnur uppkastið. Grétar reynir þannig að koma pekkinum yfir. Það er pekkinum kastað djúpt inn í svæði Fjölnis. Enseringar pressa djúpt, pressa hart. Þarna kom inn í sending og hér fáum við fyrstu frystingu leiksins. Þar sem pökkurinn skoppaði af henni Laura Murphy hér í varnarsvæði Fjölnis og pökkurinn skoppaði alla leiðina í endasvæði og þá fengum við einu góða frystingu. Enseringar skipta hér út sinni línu og við fáum hér uppkast. Fjölnir vinnur hér uppkastið en Enseringar ná hér stjórn. Pekkin er komið djúpt fyrir í svæði Fjölnis. Hér fáum við þversendingu yfir svæðið en hún hitti ekki alveg. Hér sjáum við Enseringa verjast. Alexandra Hafsteinsdóttir sendir hér pökkinn á Heiður. Fjölnistelpur sækja hér hart. Alexandra nær að snúa hér aðeins við. Heiður reynir að koma pekkinum út. Gengur ekki alveg. Áfram halda Fjölnistelpur pressunni gangandi. Hér sjáum við Hörpu Kjartansdóttir bak við markið. Sendir pökkinn fyrir og það er skotamark. Virðist nú hafa farið þarna í pípinn á hliðinni. Enseringa aðeins fór hann yfir pökkinn. Gleymd að taka með sér. Slíkt kemur fyrir. Hér eru Fjölnistelpur eiginlega að kasta frá sér pekkinum á blálínni
en ná hér vald á pekkinum. Og hér ná SS-stelpur að pota pekkinum inn í varnarsvæði Fjölnis. Valda hér smá usla, en hér sjáum við Laura Murphy koma hér aftur. Hún reynir að allu á markinu, mætir þar tveim galvískum SS-stelpum. Hér er Brynhildur Hjaltested að eiga að vinna Laura Murphy. Hér er færi fyrir Björnin, fyrir Fjölni. Flott skot, annað skot. Fín sókn hérna hjá Fjölni. Hér kemur Sigrún Árnadóttir og reynir hérna að skota markið, hann endir hérna í vörninni. S-seringar koma pekkinum út. Bríet heldur hérna pressunni og þá koma Fjölnisstelpur á fleygiferð. Það er vinna hérna svæðið. Hér sjáum við nú einn yngsta leikmannin hjá S, hann að Friðriku, koma pekkinum út. Hér koma Fjölnisstelpur á fleygiferð. Alexandra hérna tekur pökkin og hún tekur á rás. Og hún nær pekkinum inn aftur. Fjölnisstelpur ná að koma pekkinum svona úr hættusvæðinu. Það er nú eitthvað að þvælast fyrir hver annar þarna SS-stelpunar. Hér sjáum við fína sending út á kantinn. Kemur Harpa Kjartansdóttir. Hvað gerir hún? Hún tekur skot og það lendir hann í vörninni. Skot, langskot frá blálínni sem er varið. Og hér sýnist mér S-seringarnir vera að kasta pekkinum í frystingu. Og samkvæmt reglu þá mega S-seringar ekki skipta út sínum mannskap, en Fjölnisstelpur geta gert það. Og hér sjáum við Kristín Ingadóttir í uppkastinu fyrir Fjölni. Og S-seringar svona ná einhvern veginn ná völdum hérna á pekkinum. Friðrika sendir pekkin inn á kantinn. Hér er mikil hætta á ferðum fyrir S-seringa. Og það er áfram hætta hér. En vörnin er að vinna ágætlega úr þessu. Þung sókn hjá Fjölni. Karitas reynir að fanga pökkinn í marki SR en missar hann frá sér. Hér er Greta Jónsdóttir með pökkinn á blálínni, sendir hann djúpt niður. Kristín Ingadóttir sendir í miðjuna á hana Hörpu sem reynir skot. Ágætis færi. Og hér er pekkinum kastað út. Fjölnisstelpur þurfa að fría svæðið sem þær gera. Og kasta pekkinum djúpt í varnarsvæði SR. Apríl Orogan hér inn í horni. Sendir pökkinn fyrir aftan markið. Og þar er Brynhildur. Hér er mikið færi hjá Fjölnisstelpum. Það er grípa hvert tækifærið sem þær fá þarna fyrir fram markið. Þannig var reynd fyrirgjöf. Það lenti hann í vörninni. Brynhildur, nei þetta var nú ekki Brynhildur sem sendi pökkinn út. Þetta var hún Kristín Ómarsdóttir sem sendi pökkinn hann þvert yfir. Og hér stilla Fjölnisstelpur fyrir sókn. Og hér er Laura Murphy, sendir hana Sigrún hana sem reynir skot, hefnast ekki alveg en hún vinnur pökkinn hér aftur, sendir á Loru. Loru langskot. Karitas grípur pökkinn og líst ekkert á þetta og fristi pökkinn. Við fáum uppkast í varnarsvæði S-seringa. Eins og þessar fyrstu mínútur hafa spilast þá er mikill sóknarþungi hjá Fjölnisstelpum. En vörn S-seringa er búin að standa á vaktina þarna og sömuleiðis Karitas í markinu. Greta Jónsdóttir hér og reynir hér langskot. Hér er mikil hætta á ferðum.
fyrir S-eringa. Eins og ég sagði áðan, það búið að vera mikill sóknarþungi hjá Fjölnistelpurum. Hér leggur Alexandra, hún ákveður að snúa við, aðeins að róa spilið niður. Það kemur hér sending fyrir, hér Lísa Grösi, hún skautar hér inn í af stað, sendir pökkinn djúpt inn í svæðið Fjölnis og fer beint í pressuna. Fín sending hér upp úr vörninni hjá Fjölni og hér er mikið færi og það er skot og það er frákast og pökkun er laus og hér er April Oragan með pökkinn, skautar hér upp kantinn, flegiferð og hún heldur áfram og pekkinn með póta í burtu og hér sjáum við Hanna Steinunni Sigurgeirs og hér sjáum við langskot og það er stöngin á framhjá og þetta, hér er Marjana Birgisdóttir, sendir hér yfir á hana Elínu sem brýst hérna inn og hér er Darra dansur fram marka S-eringa. Pökkurinn er þarna laus, honum er komið frá. Kristín Ómarsdóttir hann í baráttunni og hér kemur Elín. Hvað gerir Elín? Hún hefur hér mikið pláss og hvað gerist? Og það kemur skot frá henni Kristínu Inga. Skot frá Sigurlaugu hátt, lendir hann í varnarvegg S-eringa. Mikil varnarvinna í gangi hjá SR. Annað skot. Mikil sóknarþungi hjá Fjölni núna. Nú er pekkinu við kasta hér út. Alexandra tekur enga sénsa og sendir pökkinn út á svæðinu. Fyrsta tækifæri. Hér kemur Greta Jónsteins, tekur skot, löngu færi. Karitas í marki S-eringa ver þetta. Hér er barátta við blálínuna, reyna að koma pekkinum út. Það gengur erfilega, Áslaug var þarna í baráttunni við. Og dundrandi færi fyrir hana Steinunni hana fyrir Fjölni. Karitas sá við þessu. Fjölnistelpur með meiri sóknarþyngd heldur en S-eringar akkurat þessa stundina. Og hér fáum við aðra frystingu. Og uppkast inn í varnarsvæðið S-eringa. Fjölnir setur sterka línu hér inn á. Það er Kristín Ingadóttir sem fer í uppkastið á móti Brynhildi. Brynhildur nær næstu að vinna þetta. Elín hér fyrir Fjölni, sendir þvert yfir. Skot. Þar er Karitas Halldórsdóttir í marki S-eringa við öllu búinn. S-eringar ná þá að skipta. Hér sjáum við Erlu Jóhannesdóttur fyrirgefiði fara í uppkastið. Hún er hér að etja kappi við tvær Fjölnistelpur. Fjölni nær hér stjórn á pekkinum. Sigrún Árnadóttir reynir hann að bakhanda skot og freka þröngu færi. Langskot hér frá blálínni. Þar ver Erla þetta og sendir pekkin út. Þar er Elín fyrir Fjölni. Sendir á hana Karinni. Nei, þetta var hún Kristín fyrirgefiði. Hér er Laura Murphy fyrir Fjölni. Sækir pökkinn hér niður í svæði Fjölnis. Friðrika mætti henni Elínu hérna á blálínni.
náðu ekki alveg að koma pekkinum út. Stórhættulegt færi hér fyrir Fjölni. Hefðu getað gert sér mat úr þessu. Steinunn Sigurgeirsdóttir hér. Róa leikinn aðeins niður. Pekkur komin á Hörpu Kristjánsdóttur á mjög fínt skot sem hún Karítas í marki Eskfirðinga náði að fanga. En þá er mikill sóknarþungi hjá Fjölnistelpum. Leikurinn er búinn að fara meiri partinu til á varnarsvæði Eskfirðinga. Fjölnir vinnur þetta uppkast. Harpa Kristjáns hér með pökkin. Pekkinum er að reyna að koma pekkinum út úr svæðinu en það gekk ekki. Steinunn Sigurgeirs hér með pökkin, sendir pökkin yfir. Hér er Brynhildur. Hún nær að koma pekkinum áfram og hér er pekkinum kastað í frystingu. Og við fáum enn eitt uppkastið inn í varnarsvæði Eskfirðinga. Aron Kristín Ingadóttir hér sem við uppkastinu á mótinni Brynhildi. Brynhildur vinnur uppkastið fyrir SR og pekkinum komast át á kantinn. Elín nær pekkinum hér fyrir Fjölni. Apríl Óragan hérna í baráttunni í horninu. Elín hér aftur. Komum pökkin. Jæja, hér eru Heiðar Atladóttir. Leggur smá pressu á hana Elínu. Og hér koma Fjölnistelpur. Fínt skot á opið megin. Hér er pekkinum kastað niður í varnarsvæði Fjölnis. Það er elta pökkin hér. Laura Murphy sækir pökki fyrir Fjölni. Hún snýr sig við, senda hann upp yfir. Steinunn Sigurgeirs með fínt færi, tekur fínt slappskot. Karítas kom pekkinum niður í hornið. Fyrirgjöf hér. Steinunn reynir hér bakhandaskot. Ólafía hér baráttunni í horninu við hana Elísu. Harpa kemur úr horninu, reynir að komast fyrir markið. Fínt skot á markið hjá Fjölni. Steinunn lúrðið þarna fyrir framann. Harpa sendir á Steinunni og skot. Nú bara tók ég ekki eftir hvort hann hafi farið inn eða ekki. Mér sýnist pökkurinn ekki hafa farið inn. Þetta var fín sókn þarna hjá þeim. Henni Hörpu og Steinunni. Það er óhætt að segja að það mark liggi í loftinu fyrir Fjölni. Hér er Elín og reynir hérna. Reynir hérna fyrirgjöf. Lóra sendir pökkinn djúpt inn í varnarsvæði Eskfirðinga. Hér er Apríl Óragan, kemur pökkinum út á kantinn. Hér er Lísa Ólafsdóttir, sendir pökkinn upp á kant. Bríet reynir að koma pökkinum út. Gengur ekki. Maríanna fyrir Fjölni. Apríl fyrir í hornið. Sendir pökkinn yfir. Hér er Brynhildur. Hvað gerir Brynhildur? Hún reynir að komast fram hjá Sérunöku. Gengur ekki. Og reynir skot á mjög þröngu færi. Lísa Ólafsdóttir kemur pökkinum út. Bríet fyrir Eskfirðinga hér. Hann á að klemma hana hérna við. Brynhildur nær hér að poti pökkinn í Elínu. Steinunn sendir pökkinn niður á hana
Já, mér sýndist að vera hún Karen. Hér kemur Harpa Kjartan enn og aftur. Það eru búin að vera þarna öflugar langskot. Hér er stór hættuleg staða. Pökkurinn ennþá laus. Og það er mikill darradans þarna fyrir fram markið. Alexander reynir að koma pekkinu bara út til svæðinu. Cardinals er löngu hætt að lítast á þetta og fristi pökkin bara í fyrsta tækifæri. Eskfirðingar skipta hér mannskap. Það eru rétt rúmar 6 mínútur eftir þessum leikluta. Eskfirðingar kasta pekkinum út og við fáum eina fristingu hér. Þarna á langskot, hitt ekki alveg á ramman. Eskfirðingar kom pekkinum út. Fjölnir á stelpunum og kom pekkinum inn. Lísa sendi pekkin hérna áfram. Hér er Apríl fyrir SR. Brynhildur kemur pekkinum áfram á hana Guðbjörgu Grónvold sem skautar upp með kantinum. Reynir að koma pekkinum inn. Hér er engin fristing. Leikmenn verða að skauta á eftir pekkinum til þess að það sé hægt að réttlæta fristingu. Ef það er ekki skautað þá verður ekki fristing. Venjulega kasta línudómararnir þessu af. Guðbjörg hér í horninu, hendi pekkinum djúpt inn í svæði Fjölnis. Hér er færi fyrir Eskfirðinga fyrir fram markið. Pekkir er komin djúpt niður. Eskfirðingar búin að vera að sækja í sig veðri hér. Alexandra tekur skot, langskot, flott skot. Hefði alveg getað dottið þarna inn. Hér er mikið færi fyrir Fjölni. Hér er Laura Murphy ein á móti markmanni hér og hún skorar. Þetta gerði hún eiginlega bara einsins liðs. Pökkurinn hann ferðaðist bara þarna úr svæðinu. Hún greip tækifærið. Hann náði að skora fram hjá Caritas. Staðan hér er orðin 1-0 fyrir Fjölni og rétt rúma 4 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Brynhildur vinnur hér uppkastið fyrir SR. Lísa Ólafs hér ferðast niður í hornið. Þar mætir henni Harpa Kjartadóttir. Brynhildur nær í pekkinum. Kemur pekkinum út á kantinn. Bríett pressar hér á hana Gretu. Harpa aftur. Lísa Grösi hér fremst í þessu. Brynhildur kemur pekkinum inn í svæði Fjölnis. Nú er sóknað þungi Eskfirðinga að aukast. Við erum að sjá hér fína spilamennsku. Apríl sendir á hana Lísu. Harpa nær pekkinum fyrir Fjölni. Karen sendir pökkin fyrir. Pökkur lendir þarna í höndunum á henni Gretu Jónsdóttur hjá Fjölni og hér verður einhver
Hér er einhver meiðsli hjá Ærseringum. Hún féll þarna við og datt með höfuð og undan sýndist mér. Leikurinn hér er stoppaður með að vera hugað. Hún getur verið að Lísa Ólafsdóttir sem er dott hérna við. Skulum vona það að hafi ekki orðið nein meiðsli og hér fáum við uppkast í varnarsvæði Ærselinga. Og það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Fjölniskonur. Friðrika hér, Harpa með henni. Og það reyna hér. Kristín Ingadóttir reyndi hérna að skota á markið. Hér kemur Alexandra. Hún tekur bara málinn í sinni hendur. Hún skautar að stað. Hún er að komast inn, reynir að komast fram í hannu Elinu. Áslaug hér, pressin á Fjölni. Friðrik nær pekkinum, hendi pekkinu djúpt niður. Þannig þurftur að fría svæðið. Arna biður rangstaða. Hér kemur Sigrún Aga Árnadóttir og reynir hérna skot úr þröngu færi. Harpa hann reynir að etja hérna kappið hana Sigrúnu. Hér kemur Apríl, hún veður hér áfram. Góður sprettur. Hér kemur Karen, sendir pekkin á það, Steinun skot úr löngu færi. Nær ekki hitt á markið. Ærseningar að koma pekkinum út úr svæðinu, það tekst. Hér sjáum við Erlu, hún skautar hér. Karen mætir henni. Ég sáðan, sóknarþungi Ærseninga er að aukast hér með hverri mínútunni. Kristín Ómarsdóttir kemur pekkinum djúpt niður í svæði. Hér kemur Karen fyrir Fjölni. Sendir hann á Elísu. Alexandra mætir henni. Hér koma Fjölnistelpur. Langskot. Mikill mannfjöldi fyrir fram markið. Hér er mikil hætta á ferðum. Það er skot á markið. Og Caritas fristir þennan pökk með fulltingi hennar Kristínar Ómarsdóttur. Skynsamt í þessari stöðu. Mikið búið að pressa hér á mark Ærselinga. Fínt að stöðva leikinn og stilla strengi. Ég sjá hennu Kristín Inga og Brynhildi. Fjölnir vinnur uppkastið og reyna hér skot. Brynhildi kemur pökkinum hér út úr svæðinu og hér reyna þær að stilla upp. Maríanna Birgis bak við mark Fjölnis, sendir langa sendingu fram. Það er Laura Murphy. Ein örlítil rangstaða þarna. Ég hefði mögulega látið þetta slæta, en það er ég. Fáum uppkast hér fyrir utan varnarsvæði Fjölnis. Brynhildur og Steinun mætast hér. Heiður ætlar reynir þarna sendingu á kantmann. Brynhildur kemur pekkin út fyrir rauðu og inn í svæði. Engin frysting. Fín pressa hjá Ærseringum hér. Sending á Lóru hér. Sigrún Aga hér pressir fyrir Fjölni.
og kerir Alexandra tilbaka aðeins hann á vopnu sínum. Pekkin að koma út úr svæðinu og leiktíminn er runnin hér í fyrsta leikluta. Staðan er 1-0 fyrir Fjölni og eftir svona rétt það bil 15 mínútur hefst annar leikluti. Þetta er að mikill sóknarþungi í Fjölni stelpum, en sóknarþungi Eskfirðinga er búinn að aukast jafnt og þétt. Búinn að vera núna seinustu 5 mínúturnar er búið að vera fína sóknir. En eftir það bili eins og ég sagði hann, já, rétt tæplega 15 mínútur, þá komum við hér aftur og höldum áfram þessum stórfína leik. Þakka fyrir mig í bili, sjáumst þetta 14.
Jæja, góðir áhorfendur, hér förum við bráðum að hefja annan leikhluta í þessum, bráðfjöru á leik. Staðan er 1-0 fyrir Fjölni og það verður að segjast að sóknarþungin er búin að vera mikill hjá Fjölni. Það er búin að eiga þó nokkur skot á mark og eitt er að ratað inn. Sóknarþungi SR-inga er einnig búin að vera svona að aukast. Þó nú að ganga svona senustu 5-8 mínúturnar. Og ég þykist nú þekkja þjálfara beggja liðana það vel að ég held að það hafi verið, ætlaði ekki verið bara blásin eldmóð í þær allar, sinkvors megin, og það verður áhugavert að sjá liðin koma inn, en þetta eru liði sem hafa ekki spilað á móti hvert öðru, eins og ég sagði hér upphafi, síðan 2016-17 og þetta er fyrsta skipti síðan þá sem SR teflir fram kvennaliði. Þessi lið tvö svona megninu til voru sameiginlega á seinasta tímabili 2019-20 en sáu fram á það að eiga næga mannskap til þess að manna tvö lið og við sjáum þau hér spila og mér sýnir það nú bara nokkuð veginn standa. Við erum með mjög frísk lið hér báðum megin. Margar ungar stelpur í bland við hokna reynslubolta í bransanum. Dómararnir eru komnir hér inn á ísinn og eru samkvæmt venju að athuga bæði mörk og aðstæður. Ég þarf alltaf að vera eftir bókinni. Mér sýnist nú megnið af liði SR-inga vera mætt á staðinn, en Fjölnir stelpur eru eitthvað að láta bíða eftir sér, en það er hafa nú góða 20 sekúndur. Mark Fjölnis hér í fyrsta leikluta skoraði Laura Murphy, eiginlega algjör upp á eigin spýtur, tók pökkinn hér kringum miðju og rauka marki SR-inga og skoraði með fínu skotu upp í vinkilinn. Og enn er beðið. SR-ingar hér tínast inn á ísinn. Ein af annari. Nú eru dómarinn búinn að gefa hér flaut. Og nú er hér beðið eftir inngöngu Fjölnisstúlkna og þær koma hér í góðri strollu. Og þá getum við farið að hefja leika. Vonbráðar. Við séum hér Brynhildur fyrirliðið SR-inga að ræða ögni dómarana. Líklegast að spyrja út í hvort að sé 2 mínútna refsing fyrir að mæta á seint til leiks, en það er Ingibjörgu að ráða því. Við sjáum nú hér Ingibjörgu vera að ræða við fyrirliði Fjölnisstúlkna. Það sýnist það að vera nú Karen Þórisdóttir
Mér sýnist nú hljóta að Fjölnisstúlka hafi sloppið með áminninguna sem allt í góðu og við höldum bara áfram að spila. Og nú byrjum við, nú er eitthvað að vera að ræða hérna hlutina. Hákon Martin Magnússon er eitthvað að fá nánari skýringar á refsingarleysinu og Ingibjörg er nú búin að svolítið að segja honum hvernig hlutinir eru. Þá er það afgreitt og við förum hér í uppkast. Fyrsta uppkast í öðru leikluta. Fjölnisstúlka að vinna þetta uppkast. Bekkinu komið hér á Laura Murphy á kantinum. Þar mætir Abril Orogan að sendi pökkin langt yfir. Það er ekki að koma pökkinum alveg út. Ólafía fyrir SR mætir hér niður á móti henni Kristínu Inga. Kristín Inga tekur pökkinn undan markinu og upp á kantinn. Sendur hann á Grete skýtur hér. Hittir ekki á markið. Fínt skot engaði síður. Þetta var fínt færi hjá þeim Fjölnistelpum. Brynhildur hér fyrir Östringa. Hún pökkinum út. Kristín sendi pökkinn bara út úr svæðinu. Karen Þórsdóttir næri pökkinn í svæði. Brynhildur á eftir henni. Karen kemur pökkinum yfir á Sigrún Árna. Sendi pökkinn langt yfir. Þar er Laura Murphy. Alexandra mætir henni og reynir hérna sendingu sem heppnast ekki og pökkunum fyrir alla leiðir niður í varnarsvæði Fjölnisstúlkna og þar er Marianna Birgis og þar er Heiður í baráttunni. Nær að halda pökkinu niður í svæðinu. Marianna aftur með pökkinn. Heiður eltir hana. Sendir pökkinn út á kantinn. Estringa ná að halda pökkinum þinn inni. Arna Brynjars var þarna í pressunni. Þannig er Elín með skot á Caritas. Caritas ver þetta. Harpa Kjartans sendi pökkinn yfir á miðjuna á Steinunni en þar var Arna og sá við henni. Elín sendi pökkinn á hana Elísu hér. Sendingin ekki alveg nógu góð og pökkurinn rúlar í frystingu. Og við fáum uppkast inn í varnarsvæði Fjölnisstúlkna hér á Vonbráðar. Esseringar skipta sínum mannskap út. Og hér er Brynhildur og Steinunn í uppkastinu. Esseringar vinna uppkastið. Abril er með. Hér er færi fyrir Esseringa. Fínt skot hjá Abril. Þarna var Brynhildur í humátt. Hér kemur Elín, kemst inn í svæði. Brynhildur mætir henni. Hún tekur pökkinn hér undan marki Esseringa. Þá leggur Brynhildur á stað. Elín mætti henni og löng sendingin yfir á Steinunni. Abril kemur pökkinum yfir á Bríeti. Brynhildur reynar að komast út. Pökkinu sendt út. Kristín Inga reynir hann að skot. Pökkurinn er lausur frá markasringa. Og pökkurinn laginn. Mér sýndist þetta að vera hún Sigrún Árnadóttir sem átti þetta skot hátt úr slottinu og já, hún Caritas náði nú þarna einhverjum hluta af pökkinum en hann lag inn. Heldur mikil trafík fyrir framan hana Caritas. Þá er staðan orðin 2-0 Fjölni í vil og 17 mínútur eftir af öðrum leikluta. Greta Jónsdóttir sendi pökkinn áfram á hana á Hörpu.
Harpa kemur hér úr horni, sendir fyrr og bilmingskot frá Steinunni. Hestfirðingar skipta hér sínum mannskap. Erla fer í uppkastið á móti Steinunni. Hestfirðingar ná að verjast hér vel. Hér kemur Alexandra undan marki. Hvað gerir hún? Snýr við. Sendir á hana Kristínu. Svo sendir pökkinu og reynir sending á miðuna en hún hefnaðist ekki alveg. Guðbjörg Grönvold pressunni. Áfram eru Friðrika reynir að snúa hana Steinunni af sér. Eða var þetta Harpa? Mér séð á númerunum. Þetta var hann Harpa. Guðbjörg sendir pökkinu áfram hér á hana Brynhildi. Brynhildur reynir hér að komast í gegn. Fer inn í hornið. Nær pekkinu mér úr horninu. Hvað gerir? Og reynir sendingu fyrir. Guðbjörg sendir pökkinn djúpt. Það er Brynhildur. Sendingin fyrir. Og mark! Skautafélag Reykjavíkur er hér að skora fyrsta mark þessa liðs. Og nú þarf ég að sjá hver átti markið. Mér sýnist það nú öllu að hafi verið Arna Friðjónsdóttir sem hafi komið pekkinum inn í markið. Þetta var vel útfærið sókn hjá Eskfirðingum. Pekkinu komið djúpt niður og mér sýndist hún Arna og Erla. Það er lúrðu þarna báðar fyrir fram markið og eftir ákveðið harðfylgi að náðu pekkinum inn. Þá er staðan 2-1. Allt í járnum segi ég. Og samkvæmt venju fær hún að eiga pökkinn hún Arna. Fyrsta mark í meistaraflokki. Eskfirðingar vinna hér uppkastið. Alexandra kemur pekkinum út. Heiður er mætt þarna. Reynir að koma pekkinum. Þarna var hún Kristín Ingadóttir með ágætisfæri. Karen Þóris reynir þarna fyrirgjöf fyrir markið. Friðrika reynir að koma pekkinum út. Pekkurinn lendir í höndunum á henni Gretu. Og hér kemur Arna aftur á fleygiferð. Hún lætur ekki stoppa sig. Fín fyrirgjöf. Hann var Heiður steinsnæð frá því ná pekkinum. Það kemur Sörnaka. Sendi pökkinn hérna yfir. Átti að vera á hana Kristínu en Lóra var hér bíli að verða rangstæð. Eskfirðingar hér í varnarbaráttunni í horninu. Sigrún Anna reynir hérna skot og mjög þröngu færi. Löng sending hér upp á blálinu. Skot. Þar var Brynhildur sem tók pökkinn bara á skautan. Hún er ekki að taka neina séns að hendi pekkinu bara alla leiðið yfir. Og við fáum hér uppkast í varnarsvæði Eskfirðinga. Já, eins og ég sagði nú hérna í hlénu og ég er svolítið búinn að tekja á þarna í fyrsta leikhluta. Sóknarþungin er búinn að vera mikill hjá Fjölni en sóknarþungi Eskfirðinga er að aukast hér jafnt og þétt. Fjölnir vinnur uppkastið. Reyna hann að halda pekkinn inni. Elnir mætir hérna með kantinum en þar mætti Brynhildur. Pökkurinn sendur. Það er reynt að senda hann yfir. Það er reynt að tróða pekkinum hann inn fram hjá Karitas en það gengur illa. Elín hér fyrir Fjölni í horninu. Hún er að reyna að koma áfram. Ólafía er þarna velvakandi. Lísa Grösi kemur hér á kantinn. Steinunn Sigurgeir sendir pökkinn yfir. Apríl Orogan kemst inn þessa sendingu og pökkurinn skoppar út á miðsvæðið.
Eva Hlynsdóttir, langskot þarna frá, og dúndur skot í vörn. Hérna er hún, Sigrún Árnadóttir búin að eiga 3 skot á markið á mjög stuttum tíma. Apríl Áruggan reyna að koma pekkinum út. Ólafía hér, mæti Sigrún Árnadóttir. Pökkurinn berst hér til Katrínar, hún reynir hérna einhvern veginn að þvæla framhjá. Mikill mannfjöldi fyrir framan Karítas núna, mikil vörn. Karin með skot, löngu færi. Lendir hérna í Karítas. Og það ná að hreinsa þarna út. Öflug varnarvinna hjá SR stelpum. Það gerir þér, Karin tekur skot og hann hafnar inni. Þetta var fín sókn hjá Fjölni. Vel útfært, skotið á markið og þarna náði Sigrún Árnadóttir að spegla pekkinu fram hjá Karítas. Staðan orðin 3-1 fyrir Fjölni. Fáum uppkast hér á miðju. Brynhildur vinnur pökkinn fyrir Vestfirðinga. Alexandra hér kemur út og hendir pekkinum inn í svæði. Guðbjörg Gronhold eltir og Kristín Ómar segi pressa á móti. Guðbjörg ennþá í pressunni. Einhver vandræðagangur í vörninni í Fjölni en samt skoppar pökkurinn út. Friðrik er að mæta hann að Hörpu Kristjáns. Harpa reynir hann að skot. Fer hátt upp í loftið af vörn Vestfirðinga. Hér stoppar dómarinn leikinn. Tíminn virðist ekki hafa farið af stað. Bæði liðin nýta þetta tækifæri til að skipta út sínum mannskap. Það er aðeins verið að kanna hér með klukkuvörðunum hvað hefur nákvæmlega gerst. Einhver léttur dómarafundur hér hvað tímanum hefur liðið og það hefur verið að jafna klukkuna hérna. Klukkan hefur, já, hún er búin að renna hérna alveg hressilegar 10 sekúndur, 12. Já. Hanna. Þeir hafa glemt að ræsa klukkuverðinir, þannig að það var búið að jafna þetta út. Fáum við uppkast hérna fyrir utan varnarsvæði Vestfirðinga. Fjölnir vinnur pökkinn. Hér sjáum við Sigrún Árnadóttir koma hér, vinna pökkinn fyrir Fjölni, sendir pökkinn fyrir og hann endar í marki Vestfirðinga. Mér sýndist þetta að vera hún Kristín Ingadóttir sem náði að koma hann á slá pökkinn inn. Staðan orðin 4-1. Fjölni í vil. Og hér fáum við uppkast á miðju. Það var hún Kristín Ingadóttir og Brynhildur Hjörleifsdóttir sem fóru í þetta. Þarna fáum við létta rangstöðu. Já, það var Sigrún Agata sem fékk stóðsendingu á þetta mark hjá Fjölni. Vestfirðingar að koma pekkinum út. Hér kemur Sigrún aftur á fleygiferð.
skýtur hann á markið. Karitas verður þetta vel. Kristinn Inga hér bak við markið. Leitar að samherja. Finnir hér Maríönnu. Langt skot. Hátt og langt skot. Þarna sá Karitas bara ekki neitt. Hann var held ég hennar bæði Fjölnir-stelpur og hennar eiginmenn sem svona byrjuðu henni sín. Það var erfitt skot að sjá. En þetta var Maríanna Birgisdóttir sem átti þetta mark og gott ef ekki það var ekki Sigrún Árnadóttir sem átti stóðsendinguna. Já, staðan honum 5-1, Fjölnir í vil og rétt rúmar 11 mínútur eftir af öðrum leikluta. Fjölnir vinnur þetta. Erla hér í baráttunni. Gengur vel. Elisa kemur hérna inn fyrir Fjölni. Hún siglir hér eiginlega órétt að markinu. Gott skot en Karitas náði að verja þetta. Verður að reyna að koma pekkinum hér út. Hér kemur Steinur Sigurgeirs með skot á markið. Það er frákast. Hér er Harpa Hrönn, sendir pökkinn út á kantinn. Það er Áslaug. Hún kemur pökkinum inn í sæði, stórfínt. Og þar er Greta Jónsteins Harpa í pressunni. Pökkunum fyrir yfir. Það er hún Karen, sendir pökkinn á hana Elisu sem er inn. Spila segja dómarnir, engin fristing. Þá leikur Alexandra af stað. Og hún skautar hér áfram. Hún heldur bara áfram. Sendir pökkinn inn áfram á hana Brynhildi. Brynhildur lendir hérna á Elínu og fellur við. Og Fjölnir-stelpur snúa við. Þær koma hér. Laura Murphy. Fínasta skot. Karitas sá þetta vel og greip. Esteringa búin að stilla sér hér upp. Brynhildur í uppkastinu á móti Kristínu Inga. Esteringa vinna þetta frákast. Vinna þetta uppkast menna ég. Jæja, nú kemur Brynhildur á stað. Hún fellur hérna aðeins við. Esteringa ennfram með vald á pekkinu, missa hann hérna. Sigrún Árnadóttir snýr við, leggur af stað. Sendir pökkinn bara lengst niður eftir og þetta verður fristing og við fáum uppkast niður í sóknarsvæði Esteringa sem er varnarsvæði Fjölnis. Aftur er Brynhildur á móti Kristínu Inga hér í uppkastinu. Esteringa vinna uppkastið. Kristín reynir hérna skot. Pökkurinn berst í hendurnar á Laura Murphy sem keyrir hérna áfram. Áfram með Laura með stjórn á pekkinu. Sendir fína sendingu á hana Steinunni sem átti fínt skot á mark. Kemur Kristín Ómarsdóttir, skautar upp kantinn. Reynir hann að sendi í góðana Erlu en hún geigar. Hér koma Fjölnir-stelpur. Harpa Kjartans, langskot. Karitas grípur þetta. Eitthvað Greta kvarti við músikinni, finnst þetta helst til rólegt. Ég verð nú svolítið að taka undir það, þó að Bubbi sé ágætur. Uppkast í varnarsvæði Esteringa. Fjölnir vinnur þetta. Karen sendir pökkinn djúpt niður. Það er Friðrika og eftir henni er Harpa Kristjáns. Jæja, Alexandra nær pökkinum. Það er Arna, hún á fleygiferð.
Hún er að koma pekkinu hérna langt niður. Góður sprettur. Pökkunum koma baka markið. Það er Steinu fyrir Fjölni. Kemur pekkinum aðeins frá hættu. Friðrika mætir hana. Pressar hann á Steinunni. Fjölnirinn eitthvað að reyna að stilla sér upp hérna. Heiður í pressunni. Góð forvarna að vinna hérna hjá SS-stelpum. Hér grípar hann pökkinn, sendir henni pökkinn fyrir, en þar var engin SS-ringur. Góð tilraun enga að síður. Hér kemur Laura Murphy fyrir Fjölni. Mætir henni Alexandru. Alexandra næra vinklana niður. Og hér kemur Friðrika. Sendir pökkinn út. Vel gert. Hér kemur Arnar, svo sem skoraði markið fyrir SR áðan. Sendir pökkinn djúpt niður eftir. Engin frysting. SR stelpur pressa hérna vel. Kemur Sigrún. Hún tekur á rás. Hendir pökkinn djúpt niður. Sendir pökkinn fyrir. Þetta var lúmskotarni hjá Lóru. Hefði getað farið inn en stöngin bergaði þessu. Áfram er bullandi sókn hjá Fjölni en varnarvinna Esteininga er góð. Brynhildur kemur pekkinum út úr svæðinu. Fjölnistilpur kasta pekkinu niður. Hérna hafa Esteininga tækifæri til þess að snúa upp í sókn. Reynir hérna sendingu fram á Erlu en lendi í höndunum á henni Elínu en síðan skoppaði hann niður til. Marianna hendir pekkinu fyrir langsum yfir og þar er harpa fyrir Fjölni. Mikil barátta hér. Þeir koma pekkinum út. Hér kemur Elín fyrir Fjölni. Hvað gerir hún? Og reynir hérna að þvæla varnarmenn Esteininga. Það gengur ekki. Pekkinu komin á Elínu hér á blálínni. Lísa í pressunni fyrir SR. Við sjáum að varnarvinna SR-inga er þétt. SR-inga stilla hér í uppkast. Brynhildur í uppkasti á mótinni Kristínu Inga. Fjölni vinnur uppkastið. Karen á Gretu og langskot. Lendir hérna í varnarvegga SR-inga. Brynhildur sendir pökkinn í battan. Áslaug hérna í humátt. Fjölni reynir hérna sendingu. Hennast ekki, það er engin frysting. Pökkurinn laus hann fyrir framann mark SR-inga. Stórhættulegt færi. Steinu fyrir Fjölni og Erla fyrir SR í uppkastið. SR-inga að vinna þetta uppkast. Vops, þarna smá bylta. Fjölnir vinnur þetta. Erla er að pressa hér hana Steinunni. Erla reynir að koma pekkinum út. Nei, þetta var Kristín. Nú er pekkinum, það er verið að reyna að koma pekkinum út. Það gengur eitthvað hálf illa. Pökkurinn virðist lenda alltaf í höndunum á Fjölnistelpunum. SS-stelpur koma pekkinum út. Uber Grönvold hér í mikilli pressu. Kristín hendi pekkinum bara djúpt inn í svæði Fjölnis. Þar er Guðbjörn lúrir þar. Reynir að tróða pekkinum hann inni fram á markmannum. Næst ekki alveg. Kemur pekkinum hérna út á hana Brynhildi sem sendir pökkinn aftur og Fjölnistelpur bara reynsa út.
og við fáum uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. SR-stelpur virðast vera sækis í veðrið. Mikil að há pressa hjá þeim og raunan nýta tækifærin. SR vinnur þetta uppkast. Fá sendingu á bláu. Friðrika þar. Reynir sendingan á Alexandru. Næst ekki alveg. Alexandra sendir á hana Örnu. Arna hendir pekkinu niður. Stór fínt. Brynhildur í pressuna. Fjölnistelpur reynir að hreinsa pökkin út. Friðrika reynir að halda hana á minni. Pökkurinn hoppaði þarna yfir kiluna. Löng sending frá Alexandru á hana Örnu hér. Og hún bara beint í pressuna. Heiður líka fyrir SR. Jú, við náum alltaf pekkinu. Hér kemur Heiður. Hvað gerir Heiður? Já, Arna hér bak við markið. Reynir að koma pekkinu fyrir. Mætir hann að tveimur Fjölnisstelpum. Langskot hér. Fínasta skot frá henni April Orogan. Fekk pökkir hann að blálínni, sildi rétt inn og tók fínasta skot. Ólafía reynir að koma pekkinu djúpt niður. Pökkurinn komur hann niður. Erla í pressun fyrir SR. Katrín sendir pökkinn hér á Sigrúnu. Sigrún kemur það og reynir bylmingskot sem lendir bara beint í og varnarvegg SR-inga. Greta Jónsteins með pökkinn hér bak við. Erla á pressunni. Karen, Erla hérna ein. Hér kemur Karen. Reynir að koma pekkinu með á Sigrúnu. Hún nærir á endanum. Hér kemur Sigrún og reynir að smygla sér hérna framhjá, reynir lúmska sendingu fyrir markið en það var ekki kápún á því klæðinu. Sinur sendir á hana Karinni. Hvað gerir Karin? Langskot og stöngin og inni. Langskot frá blálínni og hann fór hérna í já, mér sýndist hann farið bara þarna í hotningilinn, skoppaði út og þar lá, já, ég náði nú ekki alveg hver skoraði markið. Staðan orðin 6-1, Fjölni í vil. Brynhildur vinnur uppkast yfir SR. Friðrika sendir hér yfir á Hörpu á kantinum. Fjölnisstelpur með vald á pekkinum, kastaði pekkinum þarna. Það er Friðrika fyrir SR. Sendir pekkin á Hörpu sem er á kantinum. Áslaug kemur pekkinu djúpt inn í svæði Fjölnisstelpna. Og þarna er Brynhildur í fínni pressu, hún kemur fyrir fram markið og Friðrika hér sendir pökkinn djúpt. Þar er Brynhildur nær að snúa sér út. Harpa með færi hér. Fínt spilað hjá SR-stelpum. Skynsamlega spilað. Koma út úr horninu og reyna skotið þarna svona frá. Hér er Harpa Kristjáns algjörlega óvöldu fyrir fram á marka SR-inga en Alexandra og Erla voru þarna á satanni Karatex í markinu og sáum við þessu. Rétt rúma 2 mínútur eftir að þessum leikluta og hér er uppkast. Fjölnir vinnur þetta. Karen sendir pökkinu yfir hann á Gretu. Gretu reynir skot og það lendir í löpunum á henni Kristínu. Kristín er ein hér bil. Hvað gerir Kristín? Og langskot. Fínasta skot. SR-ingar eru hér í baráttunni. Katrín Ingadóttir kemur hér. Mætir henni Apríl.
sendir á Sigrúnu, Sigrún skýtur, Karítas ver, langsendingan yfir, þarna var Karen, áfram með sóknarþungi, Fjölnistelpa mikill, sendi yfir hana Gretu, hvað gerir Greta? Sendir yfir hana Karen, Karen reynir hér skot, en þar var Guðbjörg Grönvold varðist, Karen reynir hann að sendingu niður á Elínu en eitthvað er Katrín Ingadóttir sendir langt yfir á hana Gretu, lungs, þetta var nú bara skot, langt skot, fín sending hjá henni Kristínu yfir á hana Erlu, þetta var næstuði, SS Stelpur setja og fara í skiptingu, hér er stór hættuleg skipting, hér kemur Steinun, hún kemst fram í Apríl, hvað gerir Steinun? Og hún skorar, skýtur hér, kemst fram hjá Apríl og skorar með ágætu skoti. Rétt rúm mínúta eftir og hér er staðan orðin 7-1, Fjölni í vil. Uppkast á miðju. Steinur vinnur þetta uppkast fyrir Fjölni. Hér kemur Elín, snýr snöggt við, keyrir hérna stað. Elín komin á siglinguna, mætir henni Friðriku. Elín tekur hring í kringum markið, reynir að tróða honum hana á fjarstöngina, gengur ekki. Brynhildur kemur pekkinu bara út úr svæðinu. Marína langa sendingu yfir, það er Harpa sendir pökkinu í svæði, það er Alexandra fyrir SR, hvað gerir Alexandra? Hún tekur einn hring og reynir að komast inn áfram, sparka pekkinu áfram á hana Brynhildi, það er Elín og hún kemur pekkinu strax niður í svæði. Friðrika mótinni Elísu, Maríana sendir pökkinn djúpt niður, það er Katrín Inga, langt skot, Brynhildur varði þetta nú bara með öxlinni og hér er leiktíminn runnin út í öðru leikluta. Staðan er 7-1 fyrir Fjölni. Og við eigum alveg heilar 20 mínútur eftir að þessum leik. Eftir svona rétt rúmar 14 mínútur þá komum við hér aftur. Mér þykir líklegt að þjálfarar liðanna munu halda annars góða ræðu. Við skulum vona að bæði lið mæti hér með fulla tanka og klárið þennan leik með glæsibrag. Við sjáumst eftir, rétt 14 mínútur.
eitt ómalítinn aðrið. Jæja, góðir áhorfendur, hér er eftir rétt rúma 3 mínútur að hefjast þriðji og síðasti leikluti í þessum skemmtilega leik sem er búinn að vera hér í kvöld. Eins og ég sagði hér í upphafi þá er þetta fyrsta skipti sem þessi lið mætast á þessu tímabili og fyrsta skipti síðan tímabilinu 2016-17. Staðan er 7-1 fyrir Fjölni. En það segir svo sem ekki alla söguna með þennan leik. Það er búið að vera fína sóknir á báða bóga. Fjölni stelpur á hins vegar að nýta færi sín betur heldur en þessar stelpunar. En eins og ég sagði í fyrra hlénu þá gerir ég fastlega ráð fyrir því að þjálfari liðanna hafa
gefið þeim orð í eyra og góð og holl ráð. Eskfirðingar finna aðeins fyrir því að Lísa Ólafsdóttir er ekki með núna. Hún féll hér við og fór með höfuð í battan og kynnti sér ákveðins meðinsettið það og ákvað að draga sig í hlé sem er ákvæðlega skynsamt þegar svona höfuðmeiðsli er að ræða, hvort þetta er íshokkí eða öðrum íþróttum. Hér sé ég allavega Fjölnistelpu koma hér í einni bunu út úr sínu klefa. Þessar stelpur eru vantilega rétt ákomnar. Það er gaman að horfa á hokkíleik, sérstaklega alveg þráðbeint ef maður er á staðnum, en það slíkt er ekki í boði á þessum ansi þreyttu COVID-tímum. Og við verðum að vera sæl á glöð með það að við séum eina fáum deildum í Evrópu sem er byrjað að spila aftur. Það eru eingöngu deildir í sem stærri í Austur-Evrópu og í Finnlandi, það mig minnir, sem eru að spila og eru ennþá í gangi. Svo náttúrulega þetta NHL í Bandaríkjunum, en þeir eru að spila eins og við fyrir tómu húsi, en það var þá gert þeim betur varðandi sjónvarpsútsendingar á netinu. Ég mæli eindregið með því að þeir sem eru áhugasamir tölfræðina í hokkíinu, sérstaklega þessa hersdeildir kalla og kvenna og Íslandsmót undir 18 ára. Þeir geta farið á úrslitasíðu IHÍ á slóðinni úrslit.ihi.is. Það er hægt að skoða liðslista liðana og tölfræði ýmiss konar. Mér þykir mjög líklegt að eftir þennan leik verði hægt að skoða svona allar helstu tölur. Varnarhlutfall markmanna, skotnýtingu, stig og annað í þeim dúr. Nú er hér einhver fundarhöld hjá Ingibjörgu Hjartardóttur og Karin Þórusdóttur sem er fyrirliði Fjölnis. Eitthvað eru leikskýrslunar leikskýrslan verið að fá nánari skýringar hér á einhverjum hlutum, en við vitum ekkert það kemur bara í ljós síðar meir. Mér heyrist sýnist á öllu að allri pappírsunni sé lokið hjá dómurum og ritara fólki og við fáum hér uppkast. Brynhildur vinnur uppkasti hér fyrir SR. Lísa Grössi reynir að koma pekkinum áfram, en hér sjáum við hana Kristín Ingadóttur, hún kemur hríti út fyrir bakvið marka Íslendinga, leitar hér að samherja, sendir pökkinn hér á Gretu, Greta sendir hér niður á Loru og það er beint í skot frá Kristínu, en Karitas verður þar. Greta sendir aftur niður á Loru, Loru reynir hérna fyrirgjöf, hún er ekki alveg hitt á veginn. Greta með ágætið skot á markið. Brynhildur og Kristín Ómars hér koma pekkinum út. Þá er hér
Guðbjörg Grönvold í pressunni. Brynhildur fer á hana Loru. Friðrikka kemur pekkinu hinn út. Þar hún Arna. Hér fáum við rangstöðu hjá Fjölni. Og hér uppkast rétt fyrir utan horna, sjáðu þess ringa. Elín kemur, Erla fyrirgefiði, kemur pekkinum hér áfram. Þar kemur Marianna, sendir hana Elínu. Arna hér í pressunni. Það Arna sendir á Alexandru, reynir sendingu fyrir. Heiður sendir á Erlu, Erlu sendir tilbaka og Heiður með hérna með færi. Hún hér komin djúpt niður, rétt missir af pekkinum. Marianna sendir pekkin langt yfir á hana Elísu. Elísa reynir hérna fyrirgjöf en þar vantaði samherja. Harpa Kjartardóttir sendir pökkinn fyrir. Það náði ekki alla leið. Heiður hér í baráttunni á línunni. Pökkurinn færist hér yfir. Alexandra kemur pökkinum á hún. Erla hendir pökkinu niður eftir. Greta Jónsteins sækir pökkinn. Arna reynir að pressa. Brynhildur hendir pekkinum aftur niður eftir, bara rétt á blálínni. Þá kemur Karen undan marki. Sendir pekkin á hana Sigrúnu. Hér kemur Sigrún á ferðinni. Hún bara veður hér í gegn og fellur við. Apríl Orogan tekur pekkin, kemur hann áfram á Heiður. Heiður rétt missir af pekkinum en eltir áfram. Marianna sendir pekkin yfir á Loru sem missir af pekkinum. Brynhildur með skot. Rétt fram hjá. Apríl sendir hér á Brynhildi. Og þá liggur Brynhildur á stað. Rétt missir pekkin en nær honum aftur. Brynhildur reynir að komast fram hjá henni Maríönnu. Það tekst, sendir pekkin fyrir. Hann Ólafía. Rétt missir stjórn á pekkinum. Bríet hér. Hörkudugleg. Vel gert, fín sér. Og hér bara fínt færi fyrir Brynhildi. Hún heldur áfram. Það getur Brynhildur. Sendir pökkinu á Alexandru. Alexandru reynir skot. Það á markið en það frákast. Fjölnir stelpur ná að valda á pekkinum hérna baka markið. Karin kemur á stað. Ólafía pressar á hana. Erla sömuleiðis. Karin heldur áfram bara. Hún komin inn í svæði. Fín vörn hjá Alexandru. Kristín Inga. Lúmst bakandaskot hjá Hörpu Kjartardóttur. Karin sá við þessu. Kristín sendir á Gretu. Greta hérna á blálínunni. Harpa. Greta. Og Greta með langskot. Karin svaraði þetta. Bríet reynir að heisa pökkinn út. Bríet reynir að pökkinn inn út. Greta inn í svæði hér. Skautar einn áfram. Reynir sending á Öggu sem næst ekki. Við fáum hér frystingu. Já, mér sýnist að sóknarþungi S-ringar aðeins aukast hér. Sannarlega ekki að baki dottnar. Og hér stillaður upp. Brynhildur og Kristín Ingadóttir í uppkasti. Kristín vinnur þetta. Greta kemur með pökkinn undan marki. Reynir hann að fyrirgefum með kantinum. Sigrún skautar hér áfram. Bakanda sending á hana Kristínu. Það Brynhildur fyrir SR, mætir henni. Fellur hérna við, það var alla báðar.
Þar fallaði hann hverjan núna þveran hérna. Það er að Sigrún með bakanda skot og inn. Mark hjá Fjölni. Sigrún Agata, einn af, gott ef ekki reynslumestu leikmönnum Fjölnis, lét ekki þetta tækifæri úr sér, frá sér fara. Fínasta bakandaskot, hafnaði í markinu. Staðan á hann 8-1 fyrir Fjölni. Fjölnir vinnur hér uppkastið. Hér kemur Harpa, Alexandra fyrir SR á móti. Áslaug veður í hana Elínu, óhrædd. Kemur Karen. Kemur í miðuna. Karen fyrir þetta út á kantinn, leiðin í horn. Áslaug hérna mætir henni. Hún hringsólar hérna stóra hring. Sendir á Elínu. Elín nálgast markið. Skot. Vel varið hjá Caritas. Elín sendir pökkin út og þar er enginn á blálínni. Fjölnistelpur þurfa fríótt svæðið. Karen sendingu niðrittir. Engin fristing. Hér er Friðrika. Kemur upp með pökkin. Sendir á hana Alexandru. Alexandru sendir á Erlu. Erla rétt missir af pökkinu. Kemur Sigrún. Sendir pökkin yfir á Elísu með að kemur Sigrún og með skot. Það fer yfir. Brynhildur reyna að koma pökkinum út. Lendir í höndunum á Fjölnistelpu hana. Harpar hann í baráttunni hann með pökkin. Sendir pökkin yfir á, mér sýnist Áslaugu, Marianne með pökkin niður í horni. Áslaugu mætir henni. Ágætis tilraun hana. Og við fáum fristingu. Missetnum sendi keru upp með kantinum. En slíkt gerist í hockeyleik. Og við fáum uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis. Hér stýttaður upp Brynhildur og Kristín Inga dóttir. Eitthvað voru og margar á ístum SS-stelpunnar. Fáum uppkast. Það eru Bjarnastelpur sem komum með þetta. Maríanna Birgisdóttir hér bak við markið. Sendir yfir hann á Lóru. Lóra fellur við Brynhildur nær pökkinum. Hvað gerir Brynhildur? Sendir pökkin fyrir. Lísa hér. Sendir pökkin áleiðis á markið. Þar er Brynhildur bak við markið. Brynhildur reynir handa fyrirgjöf. Löng sendi gerir miðuna. Þar er Laura Murphy. Skýtur. Caritas er þetta. Caritas ákveður bara að frista pökkin. Ágætis tilþrif hjá SS-stelpum. Fín tilþrif hjá Fjölnistelpum líka. Þær eru búin að eiga þó nokkur færi í leiknum. Erla fyrir SR og Steinun fyrir Fjölni. Steinun vinnur þetta uppkast. Alexandra hérna í baráttunni. Pökkunum bara hent hér yfir og við fáum fristingu. Við fáum annað uppkast á sama stað. Og það er sömur hér í uppkastinu. Erla fyrir SR og Steinun fyrir Fjölni. Fjölnir vinnur þetta uppkast. Alexandra nær að bæja hættinu frá fyrir fram á mark Esteringa.
Greta fyrir Fjölni, Karen sendir yfir á Steinunni. Fínt samspil hjá Fjölni hérna. Kristín Ómars kemur pekkinu mót. Greta sækir pökkinn fyrir Fjölni, sendir hérna yfir án á Hörpu. Harpa kemur pekkinu inn í svæði, Brynhildur eltir. Brynhildur næra. Koma pekkinu yfir á Apríl. Apríl hérna í baráttunni, kemur pekkinu yfir á kantinn. Þar Guðbjörg og Heiður, en Elín Darko kemur pekkinu mútnar, hann að skota á markið. Karítas Ver, Lóra kemur pekkinu aftur á Elínu. Elín yfir á Lóru, Lóra tekur skot. Karítas Ver þetta. Mér sýnist að dagskipunin fyrir þennan leiklauta hjá þjálfurum Fjölnis hafi verið að skjóta á markið við öll tækifæri. En að sama skapi hefur dagskipunin hjá þjálfara Eskfirðinga verið að verjast með öllum ráðum. Fjölnir vinnur uppkastið. Elín sendir hérna yfir og það er skot. Hér það var Eva Hlynsdóttir sem átti þetta fína skot. Hér er hætta fyrir fram mark Eskfirðinga. Eva sendir pökkinn langt niður yfir. Kristín Ómarsdóttir hann í baráttunni. Brynhildur reynir að koma pekkinum út. Nær ekki, býttunum við. Hvað erum við með hérna? Ólafía er með flegiferð. Nær, og hvað gerir Ólafía? Reynir hann að skot, pökkurinn er laus. Fínn sprettur. Fínn sprettur. Í Ólafíu fyrir SR. Kemst hann í færi með varnarmann Fjölnis á bakinu. Það er Fjölnis sem vinnur uppkastið. Friðrika sendir pökki bara niður á markið. Steinunn fyrir Fjölni. Hún skautar inn áfram. Reynir hérna og tekst senda hérna án á Hörpu Kjartansdóttur sem skýtur á rammann. Karítas verð þetta vel. Það er búið að vera mikið að gera hjá Karítas í markinu í dag. SR vinnur uppkastið. Friðrika hér í barðan á kantinum. Aftur er Friðrika hér í horninu. Sendir pökkinn út. Það er Greta. Og hér er Guðbjörn á siglingunni. Karen mætir henni. Hún heldur áfram. Lísa reyndi að koma pekkinu framjá. Brynhildur reyndi hann að komast í gegnum vörnina hjá Fjölni, en biður við. Hér fallaðar við tvær. Standa hér upp, barða hér upp battan. Þá komaðar hér tvær. Sigrún á siglingunni og skorar. Sigrún Agatha Árnadóttir er hér að skora. Já, ég held ábygglega þriðja markið sitt í leiknum. Sé ekki komið með þrennu.
Staðan árið 9-1, Fjölni í vil og rétt rúmar 9 mínútur eftir að leiknum. Fjölnir vinnur uppkastið. Elín reyna að koma pekkinum á Sigrún og hana næst ekki alveg. Sigrún hér aftur með pökkin, sendur á Elínu. Síðan á farin aftur. Kemst inn í svæði hér með kantinum. Hér er Sigrún og siglir hérna hringinn í kringum markið. Sendir pökkin fyrir. Sendingin hefnaðist ekki alveg en Elín er hér pekkinum djúpt inn í sínu svæði og hún skautar hér upp. Erla mætir henni. Áfram heldur Elín. Hún skautar hérna áfram. Reynir hérna skot. Alexandra sér við henni. Síðan gefum pekkinum djúpt. Þar er Alexandra mættur þessir. Reynir hérna að koma pekkinum úr hættu. Harpa Kjartansdóttir eldir hérna Alexandru. Alexandra kom að pekkinum með heiður en það gekk ekki. Kara fyrir Fjölni. Reynir hann að sendingu. Hún heppnast ekki. Og uppáðan fristingu. Fjölni stúlkur þurfa að halda sér á ísnum. Mega ekki taka skiptingu. Essið vinnur uppkastið. Pökkurinn ber hann til Abir og Lorgan sem náði ekki alveg að halda pekkinum. Harpa Kjartansdóttir mætir hérna Lísu Gröse sem kemur pekkinum á hana Brynhildi. Hún fyrir Brynhildur á stað. Dettur við Bríet. Hvað gerir Bríet? Hún reynir hérna skot. Lendir hérna í henni Steinunni. Steinur sem tilbaka. Sendingina yfir. Lísa kemur pekkinum í battan. Það er Ólafía. Þá kemur Laura Murphy hér fyrir Fjölni. Siglingunni. Missir aðeins hold á pekkinum. Apli reynir hérna að koma pekkinum út og Brynhildur líka. Það er Kristín Ingadóttir. Kemur undan marki og reynir að tróða honum á bakvið. Það gengur ekki. Áfram er mikil sóknarþungi hjá Fjölni. Fín sending hjá Lóru á hana Sigrúnu. Pökkurinn hátt í loftið. Dettur út fyrir bláu. Lóra kemst inn. Það er Bríet. Nú er færi hér fyrir Eskirninga. Bríet setur pökkið bara djúpt inn. Lóra fyrir Fjölni kemur undan marki. Sendir pökkinn hérna yfir. Alexandra fyrir alla liðana eigin marki. Snýr við, sendir pökkinn á hana Erlu. Sendingin heppnaðist ekki. Mariana fyrir Fjölni. Hún skautar hérna áfram. Hún reynir bara skot. Alexandra kemur pekkinu út. Harpa Hrönn reynir að koma pekkinu út sömuleiðis. Þá er Brynhildur. Brynhildur reynir að koma pekkinu fyrir markið. Alexandra sér við henni ef það mér sýndiðist. Það var Elísa og Alexandra. Alexandra aftur, sendir hann á Hörpur. Bríet hérna til aðstofana. Sending fyrir. Kristín sendir hérna. Þetta var
mikið færi hérna fyrir Fjölnir-stelpur. Karítas velvakandi varði þetta. Og við fáum uppkast inn í varnarsvæði Esteringa. Rétt rúma 4 mínútur eftir að leiknum. Staðan er 9-1 fyrir Fjölni. Í þessu, já, hvað getur við sagt, sögulegum leik. Fyrsta skipti í 4 ár síðan þessi liði mættust síðast. Fjölnir vinnur uppkastið. Esteringa koma pekkinum út. Erla eldir. Guðbjörn eftir henni. Karen Þórsdóttir fyrir Fjölni, kemur hér á siglingu undan marki. Hún skautar hér áfram. Sendir á hana Sigrúnu. Sigrún fyrir djúpt niður. Sending fyrir mark. En sendingin hitt ekki á samherja. Þar var Erla fyrir SR og sá sér þann kost vænstan að hreinsa út. Og við fáum uppkastinn í varnarsvæði Esteringa. Erla fyrir SR og Steinun fyrir Fjölni. Fjölni vinnur þetta uppkast. Elín siglir hana miðju, reynir hana send fyrirgjöf. Steinun. Maríana reynir hana langskot. Steinur reyndi að fylgja hérna á eftir. Brynhildur og Steinun í uppkastinu hér. Fjölnir vinnur uppkastið. Maríana sendir pökkinn djúpt niður. Harpa Kjartansdóttir á móti Friðriku. Friðrika hann í baráttunni. Elín tekur hann eitt snúning. Sendir niður til. Það er Steinun og svo Alexandra. Kemur pekkinum út. Alexandra leggur á stað. Hann er ekki alveg að koma sendingunni á sinn stað. Lendir hann í höndunum á Steinunni. Og það er Harpa Kjartansdóttir fyrir Fjölni. Arna sendir bara pökkinn út. Mér sýnist nú pökkurinn ekki renna í frystingu. Löng sending fram á við. Frystingin er veifuð af. Laura Murphy hér fyrst í pökkinn. Friðrika rétt aftan við hana. Laura keyrir inn að miðju. Reynir hana lúmska sendingu, já, eða skot. Það er svona freddi hvernig menn tólka það. Þarna er Brynhildur í átökunum við hana Sigrún og Árnadóttur. Smá pústrar, ekkert alvarlegt. Friðrikin er pekkinu að reyna að koma honum út. Rétt rúnd 2,5 mínúta eftir og mér sýnist nú Ingibjörg Hjartar dómari leiksins verið að senda Sigrúnu Árnadóttur í refsibóksi. Ég held að þetta sé bara fyrsta refsingin í leiknum. 2 mínútur, já, það er spurning fyrir hvað það sé. Líklega hafa þessir pústrar þarna bak við markið eitthvað með það að segja, en nú fáum við hér Esteringa á yfirtölunni gagnvart 4 Fjölnistelpum. Ester vinnur uppkastið. Apríl sendir þetta niður á Brynhildur á kantinum. Reynir hann að skot og pökkurinn rúllaði þarna yfir öxlina
yfir markmanninn, hann Önnu Guðlaugsdóttur. Steinunn, hún róar þetta bara niður. Ekkert að stressa sig hérna. Greta pökkinn í horninu hérna. Hvað gerir Greta? Og reynir að senda pökkinn hátt og langt út. Pökkurinn endar í höndunum á Erlu. Hún sendir á Apríl. Apríl skautar hann inn og vinnur svæðið. Þar er Brynhildur. Aftur á Apríl. Brynhildur aftur. Reyna að finna sér færi hérna. Það gerir Brynhildur, sendir djúpt niður. Það er Alexandra. Aftur á Brynhildi. Dóma á Steinunni. Steinunni er hérna og hendir bekkinu bara djúpt niður. Fjölnir-stelpur taka skiptingu. Það kemur Erla hér út úr horninu hjá SR. Skautar áfram. Sendir pökkinn í hendunar á Loru. Það eru rétt við 50 sekúndur eftir að leiknum. Brynhildur reynir hann að sendingu á samherja en hún hitti ekki. Þá er Alexandra. Sendir há og langa sendingu. Endar í höndunum á Fjölnir-stelpum. Það er Apríl. Hún kemst hérna fram hjá Loru. Og líka fram hjá Katrín Inga. Og hér sjáum við Örnu sem skoraði markið fyrir SR. Hér í öðru leikluta. Friðrika hér mætir henni Elínu. Fáum við fínasta skot hérna frá henni. Kristín Inga. Lóra siglir inn í miðuna. Og leiktími rennur út. Leikurinn hér endar með sigri Fjölnir-stúlkna 9-1. Og fínasti leikur hjá þessum liðum. Fyrsti leikur tímabilsins hjá þessum liðum og eins og þau mætast og eins og ég sagði hér áður fyrsta skipti síðan 2016-17 tímabilinu. Ég þakka leikmenn fyrir leikinn og svona samkvæmt sóttvarnareglum þá er ekki verið að heilsast neitt eins og svona hefði fyrir en einhverjir leikmenn ákvaða hérna að knúsast eitthvað en það er nú bara eins og það er. Já, ég heiti Helgi Páll Þórisson. Ég er búinn að vera að lýsa þessum leik hér í kvöld og ég þakka bara kærlega fyrir áhorfið. Ég held að næsti leikur í hersteild karla sé næstkomandi laugardag. Þá held ég að meistaraflokkur karla í Fjölni sé að fara að taka á móti skautafélagi Akureyrar. Þið skuluð endilega stilla inn á þessa ágætu YouTube-rás til að fylgjast með þeim leik. Því hann verður sannarlega sendur líka beint á YouTube. Þannig að ég bara takk fyrir í kvöld og sjáumst og heyrumst.